Góðan dag og verið hjartanlega velkomin á okkar 4. safnaþing núna í haust. Í dag fáum við gest í hús. Áður en ég sendi boltan yfir á Maríu Harðar langar mig að minna á að fólk getur skrifað spurningar eða athugasemdir í Q&A fítusinn hérna í forritinu og þá getum við farið yfir það í lok erindis. En ég ætla að senda boltan yfir. Takk fyrir. Og verið hjartanlega velkomin öll sömur, bæði þeir sem eru hér í salnum í Urriðaholti og þeir sem að sitja við tölvuna út í bæ eða í vinnu eða heima eftir sem það er. Í dag er komin til okkar Þorgerður Ólafsdóttir, myndlistarkona, og hún ætlar að flytja okkur erindi þar sem hún segir okkur frá ritverki sem eftir hana sem kom út fyrir ári síðan og heitir Essaya Island Fiction og bókin er tileinkuð Surtsey og þess vegna er vel við hæfi að hún kom út á 60 ára gosafmæli eyjarinnar og í bókinni er fléttað saman listaverkum, ferðasögum og textum sem tengjast tilurð og sögu eyjarinnar. Á meðan hún talar þá þeir láta gestabókina ganga hér í salnum. Við ykkur að skrifa nafn ykkar í hana. Ef þið viljið vera á póstlistanum okkar, getið þið bætt netfanginu fyrir aftan og það sama við ykkur sem að sitja við tölvuna, þá getið við senda bara í gegnum spurningaformið á vefnum, senda okkur netfangið. En ég ætla ekki að hafa þessa kynningu lengri og get boltan yfir til því. Takk fyrir. Og takk kærlega fyrir boðið. Ég heiti Þorgerður og er myndlistarkona og mér langaði bara svona til þess að láta eitt einhvert ganga hérna í salnum, þannig að þið megið bara þetta vilt og skoða. Já, er ekki þetta svona vel. En mér langaði kannski bara til þess að svona hef ég þetta erindi á því að segja kannski svona aðeins frá minni nálgun í myndlist og ég hef svona mestan áhuga á breytingum sem staðir gangi í gegnum hvort sem við ná utan eitt andartak, eina mannsævi eða eru á jarðsögulegum skala. Og í nýlegum verkum hef ég skoðað hvernig mannleg og náttúruleg kerfi mætast og skarast og verkmenn eiga það sameiginlegt að byggjast á upplifun af náttúru, ferli og úrvinnslu, þar sem hugmyndir vendipunkta í sögustaða eru svona í forgrunni. Og þetta verk sem hefur verið í gangi heitir Á sama stað, á sama tíma og þetta er heilt ár af myndum klukkan 9:57 tekið úr vefmyndavél Veðurstofu Íslands á Surtsey og það er alveg svona svolítið langt síðan að ég fór að hugsa til Surtseyjar en fyrir kannski svona 10 árum þá fór þessi tenging að verða svona öllu stærri og ég svona fór að ímynda mér leiðir til þess að ferðast sjálf til eyjarinnar og ein af þessum leiðum var í gegnum þessa vefmyndavél. Það er svo frábær gluggi inn til Surtseyjar. Það er alltaf þetta sama sjónarhorn en það er aldrei nokkuð tímann eins. Það er alltaf ný mynd sem birtist í rauninni á hvaða tímapunkti sem er og þessar myndir eru alltaf teknar rétt áður en að veðurfréttirnar eru lesnar í Ríkisútvarpinu. Og mér fannst svona svolítið leiðilegt og það var aldrei talað um veðrið á Surtsey. Það var hérna það. En í verkum mínum reyni ég að lyfta þessum vendipunktum eða atburðum og sýna fram á ólík lög sem að mynda umfang og dýpt staðar. Og það getur verið í gegnum fundna hluti eða fyrirbæri úr náttúrunni, upplifun, ólík sjónarhorn, reynslu og sögur fólks af staðnum, skráðar minjar eða aðrar heimildir. Og ég ger ekki upp á milli þessara vendipunkta en ég hef sérstakan áhuga á því sem að vekur upp undrun og dýpkar samband okkar við náttúruna í veröld sem að tekur stöðugum breytingum. Og svo hafa svona hugðarefni mín í myndlist oft sterkar skírskotanir í fjölbreytt og þverfaglegt samhengi eins og umhverfisheimspeki, jarðfræði og róttæka minjafræði. Og ég legg mjög mikla áherslu á ferli, það hugmyndir og verk fái tíma til að þróast og finna sér breyttar form og efni
og hef einblínt á að þróa sjálfbæra vinnuaðferðir sem taka mið af umhverfinu og fela í sér áframhald. Og ég hef til að mynda unnið að sýningu í samtali við Umhverfisstofnun í Surtseyjarstofu sem var í samspili við fastasýninguna þar sem þau hafið mögulega heimsótt í Eldheimum og svo annað sýningaverkefni sem að ég var svolítið lengi að vinna að. Það var í samstarfi við Þjóðminjasafnið og heitir Brot úr framtíð. Þetta sem sagt ljósmyndin frá landmælingum Íslands tekin af Surtsey 1979 og þetta líka forsíða bókarinnar þar sem ég búin að snúa tanganum við og það svona svolítið að fókusera á þessa flugbraut og þessa gönguleiðir og Pálsbæ 1 sem að sést þarna mjög vel. Ferðalag fólks eyjuna. En já, þetta sem sagt essaya og þáttakendur í bókinu eru Þóra Pétursdóttir, Gunndís Finnbogadóttir, Becky Forsyth, Birna Lárusdóttir, Guðbjörg Rannveig Jóhannesdóttir og Elín Edda Þorsteinsdóttir og ég mun segja frá þeirra hlutdeild í útgáfunni á eftir. Og þetta er ljósmynd frá sýningu minni í Þjóðminjasafninu sem að hét Brot úr framtíð og á sýningunni þá sýndi ég sjóreykjarusl sem ég tíndi og safnaði frá Surtsey og hefur fengið gefins og líka ljósmyndaverk sem eru innblásin frá Surtsey sem ég mun líka tala og eftir. Þessi samantekki listi er unnin með henni Birnu Lárusdóttur og í rauninni var fyrsta spurningin mín í öllu þessu verkefni hvernig verður nýr staður til og mér fannst greinin hennar þar sem hún tók saman þróun örnefna á Surtsey ótrúlega áhugaverð og ég held að hafi birst í Surtsey Research fyrir 7 árum síðan og þetta eru allt nöfnin sem að svona voru tilgreind og við fundum áður en að hún hét á endanum Surtsey. Og þarna var Surtsey Brackey og þetta er unnin rammi úr CinemaScope-filmu sem að Þorgeir Þorgeirsson hafði nýlega fest kaup á og þetta var fyrsta litfilman á Íslandi 1963. Og hann er þarna á varðskipi og er að ljósmynda og taka upp eldgosið þegar að þeir verða vitni að landgöngu Frakkanna. Og ég kemst að þessu árið 2013 og þá var ég nýlega búin með mastersnámi mitt í Glasgow School of Art og þar vann ég verk í tengslum við eldfell og eldgosið í Heimaey. Og þá svona kviknaði aftur þessi áhugi á Surtsey og ég fór að grennslast fyrir alls konar efni og heimildir til þess að reyna svona komast aðeins nær þessum stað og ég var í Kolaportinu og ég gekk fram á bás þar sem það voru gömul dagblöð og í rauninni bara fyrsta hlaðið sem að blasti við var frá 7. desember 1963 með fyrirsögninni Fyrstir í land og það eru þessi 3 frakkar sem að standa í mjög blautri sandfjöru og eru svona veifandi. Þetta var bara eins og tunglgangan 6 árum seinna í rauninni. Og þar las ég til að Þorgeir Þorgeirsson hafi tekið þetta upp á filmu en ég fann ekkert efni eða neinar vísbendingar hvar ég geti fundið þessa filmu. Og fyrst fór ég niður á RÚV og var að fletta þar í alls konar gögnum og þau áttu ekkert efni frá honum frá þessum tíma. Ég held líka að RÚV hóf starfsemi 66 þannig að þau var vita voða lítið fyrir þann tíma. Þannig að ég fór niður á Kvikmyndasafn Íslands og var þar mjög lengi með henni Gunnþóru Halldórsdóttur að grúska í alls konar efni og svo á vinnueintaki af filmu með alls konar efni meðal annars á Þorgeiri. Þá finnum við bara nokkra sekúndur og ég ætla að enda fyrirlesturinn á því að sýna ykkur þessa samklippu þar sem það hafi fundist núna 2 upptökur af þessari landgöngu. En þið sjáið að annar
Gerard gerir þarna hægra megin í fjörunni. Mér skilst það sem að eldgosið hafi tekið sig upp alveg af fullum krafti bara nokkrum sekúndum eftir þetta, þannig að þeir voru í mikilli hættu, en þeir náðu samt að setja franska fánan niður og Paris Match fáninn sem tímariti sem styrkti þennan leiðangur, það þarna neðar í flæðarmálinu. Þetta bara alveg ótrúlegt og svona það sem ég hafði ekki hugmynd þennan tiltekna atburð og þá fannst mér þetta alveg magnað. En náttúrulega þetta 6 árum áður en að tunglgangan þannig að það var þessi ólga svolítið bara í Bandaríkjunum, náttúrulega Sovétríkjunum að koma fyrsta manninum á tunglið og svo bara birtist þarna nýtt land og auðvitað vill einhver vera fyrstur til þess að stíga á land niðrar eyjar. Og svo tók ég eftir því að sem sagt þeir eru tveir látnir, Gerard Gery og Philippe Lafon, en Pierre Massaud sem heldur á bátnum, hann var enn á lífi. Þannig að ég ákvað að skrifa honum bréf. Fékk góða vinkonu til þess að þýða það bréf yfir á mjög formulega og fína frönsku, sem að hann mjög háttsettur embættismaður, kominn á eftirlaun í Frakklandi og ég ætlaði að vanda mig. Og mér langaði svo mikið til þess að athuga hvort hann væri til í að deila með mér einhverri reynslu frá Surtsey og þessari ferð. Og hann svarar mér tilbaka og segir bara, þú ættir að kaupa sjálfsævisöguna mína, Naked Before the Mountain. Og hún var ekki til á Íslandi. Og ég læt Gísla Pálsson mannfræðing vita þessu og hann búinn að þýða kafla Surtsey þegar þeir stigu á land. Þannig að já, það svona önnur heimildin sem að hefur, eða annað verkefni sem að hefur svolítið komið í kjölfarið á þessu En sem sagt, ég fékk leyfi frá fjölskyldu Þorgeirs að setja saman þessa tvær filmuklippur og þetta vídeó til sýnis meðal annars á Surtseyjarstofu ásamt öðrum verkum. Þetta ein af opnunum í essayu og þarna ég búin að taka saman þetta heila ár af Surtsey frá sumarsólstöðum 2020 til sumarsólstöðum 2021 og þetta júní og þetta desember. Og svo það dró kannski mest í tíðinda þegar að ég hafði upp á honum Kristján Jónasinni og sendi honum tölvupóst í mars 2021 og spurði hvort ég mætti koma í heimsókn og fá að kíkja aðeins á steinasýni frá Surtsey og skoða eitthvað heimildaefni og ljósmyndum sem að Surtseyjarfélagið hefur varðveitt og það sem að ég var svo ótrúlega hrifin að þessum fallega hirslum sem að geyma alls konar steinasýni frá eyjunni og þetta vakti mestan áhuga minn í fyrstu. Þetta var ég held ég hafi verið í 2 tíma og það var alltaf bara wow, hvað er þetta? Og Kristján sýndi mér ótrúlega þolinmæði og hann gerir það ennþá 3 árum seinna þar sem ég enn að koma í heimsókn til ykkar. En þetta sem sagt gjóskusafn og það sem mér fannst svo ótrúlega fallegt að þetta náttúrulega í rauninni fyrstu efnisagnirnar af eyjunni sem að myndast og stór hluti af þessu safni til út af því að sjómenn sópuðu gjóskunni upp að þilförum skipa sinna og afhentu vísindamönnum. Þannig að ég tók þessa ljósmynd með hjálp Vigfús Birgissonar og gerði þetta í prentuðu upplagi sem heitir bara að safna stað. Þannig að gestir sem að komu í Surtseyjarstofu gátu tekið með sér eitt eintak af þessu prenti. Og ég lét prenta það út í raunstærð. Svo var þetta líka alveg ótrúlega falleg hirsla sem að sýnir steinasýni frá Jólni og Sýstringi, eyjunum sem ekki til lengur og bara voru til í mjög stuttan tíma á yfirborði sjávar. Og svo í fyrra þá fékk ég hluta þennan stein og einn annan lánaðan til þess að sýna með ljósmyndaverkum sem að ég vann eftir að hafa
sem sagt farið til Surtseyjar og þá fletti ég upp í gagnasafni og ljósmyndasafni Þjóðminjasafnsins og fann ótrúlega fallegar myndir sem að hann Hjálmar Bárðarson tók á sínum tíma og ég splæsti saman. Þannig að gamla ljósmyndin í svarthvítu, það er ljósmynd eftir Hjálmar og svo er bakgrunnurinn stefnan þar sem að Sýslingur var. Og setti þetta saman í svona klippiverk. Og þetta var líka á Surtseyjarstofu og svo í fyrra fór fram alþjóðleg myndlistasýning sem er nú bara haldin annað hvert ár á Íslandi og heitir Sequences. Og þetta eru nú ekki voðalega góðar myndir en þar sýndi ég sem sagt steinasýnir frá Jólinni og Sýslingi með þessum klippiverkum. Og þessi verk þau eru svona svolítið að þau eru í hópi, tilheyra hóp sem að heitir samansafn horfinna staða. Þannig að ég líka með hugmyndir okkar stað og svona þær heimildir og bergminjar sem eru til eftir staðum eins og hverfur. Svo vorið 21 þá bara ákvað ég að gerast svo djörf að sækja rannsóknarleyfi til Surtseyjar og það bara hafði hreinlega ekki hvarflað að mér að ég gæti gert það. En ég hafði mestan á að skoða ganga eyjuna fyrir það fyrsta og mér fannst þetta svolítið kjánulegt út af því auðvitað vilja mjög margir ganga Surtsey en ég hafði svona markmiði að kynna mér svolítið vel umhverfið og landslagið og horfa líka á bara þau manngerðu ummerki sem eru til staðar á Surtsey og líka safna saman sjóreknu rusli eða rekaefni á ströndinni og horfa svona svolítið til þeirra minja sem svona óstýrlátar framtíðar minjar og arfleifð. En þau verk komu svona seinna og þetta nú bara frá Surtsey held ég fyrsta kvöldið og það sem að mér þótti náttúrulega algjörlega geggjað og magnað var að sjá tangan og hvað hann var líka síbreytilegur og bara ótrúlega bara magnaður hluti af eyjunni. Þannig að ég tók vídeó þar sem að ég var í skjóli í vitanum og sem sagt bara fylgdist með tangunum og hvernig hann breyttist eftir öldulaginu. Og hann leit svona út sumarið 2021 í júlí, sneri til hægri og myndi mér svolítið á eitthvað svartfugl. Og þetta er sjálfur tanginn og þarna stendur Birgir út á enda og ég var búin að vera hálftíma þessa leið. Það svona mjaka mér rólega áfram á þessum steinum. Ég var ekki alveg að treysta undirlaginu og ég upplifði þetta sem svona mjög óstöðugt land. Og það bara svona finn ég hvernig Birgir hleypur framhjá mér og alveg út á enda. Þaulvanur maður. Þarna. En ég fór þarna út á tangan og var ekki mjög lengi út af því að mér var ekki alveg sama ölduhæðina. En það var svona mjög minnisstætt þegar ég tók eftir úthafsselunum hvað þeir horfðu hissa á mig. Þú veist, á afkomur náttúrulega manneskjuna. Bara hvað ert þú að gera hér? Spurðu dýr. Og voru fullt af litlum sendlingum þarna fela sig svona nýlega farnir að fljúga. Og á sama tíma þetta sumar þá var fyrsta sandlóuhreiðrið sem hafði fundist í Surtsey og við vorum alltaf svona fylgjast svolítið með hreiðrinu hvort ungarnir myndu klekjast út en eggin voru ekki, þau voru ennþá heil þegar við fórum 18. júlí. Fótsporin, það var ótrúlega skemmtilegt út af því að ég hafði einmitt ég vissi að það var fótsporarslóði sem að Kristján hafði einmitt sagt mér frá sem hafa búið að vita í svolítið langan tíma en ég hafði ekki áttað mig á því að í þessum leiðangri sem að ég var hluti af að þá átti markvisst að bara skoða þessi fótspor og ég hafði mjög mikinn áhuga á þeim og
sem sagt hérna til vinstri þessi fótsporslóði sem var vitað þar sem sporin eru orðin svona svolítið máð, það búið að hérna svona aðeins blekja þau út. En þetta fótspor til hægri, við bara gengum fram á það eftir 2 tíma á Surtsey á leiðinni niður Austurbunka og það var alveg ótrúlegt hvað það var skýrt og greinilegt og þetta þetta smáa fótspor í stærðinni hérna 40 og bara eftir því sem líða tók á þetta ferðalega þá hérna fundust alltaf fleiri og fleiri fótspor sem var alveg klikkað og þetta eitt skýrasta fótsporið af þessum slóða sem hérna var svolítið tekinn fyrir og kortlaður alveg í daula. Það var Birgir hefur, hann var að tala þetta bara áður, gerðasarnir. Þannig að það sem að mér fannst svo magnað var að þarna sko voru bara, ég veit það ekki, ég horfði strax á þetta sem bara einhvers konar táknmynd mannaldar, bara ummerki eftir okkur í móberginu og bara aftur svona svolítið, hausinn fór alveg á flug og ég held að ég sé ekki ennþá alveg búin að ná utan þetta en það sem að Raúl Esperanti talaði steingervingafræðingurinn sem var með í börn, hann sagði mér sko að þessi fótspor getur hjálpað bara til að mynda rannsóknarfólkinu í Kína sem var að skoða þessar 9 risaeðlilegu tegundir sem hefðu fundist á hverjum árið. Þannig að þetta var eitthvað svo svakalega stór og breiður skali. Og ég hélt hérna áfram að vinna svolítið með þessi fótspor og ég ljósmyndaði þetta tilgreinda spor ansi mikið og tók einhverjar, ég veit það ekki, 100-200 myndir sem að Birgir útfæri svo hérna í svona þrívíddarlíkan og módel. Þannig að þá var ég komin í rauninni með eftirmynd. Því ég var að reyna aftur á því hvernig ég gæti sko tekið afsteypu af fótsporunum og ég spurði Lovísu, má taka með gifs? Nei, það mátti alltaf ekki. Og ég bara var svona svolítið lengi að fatta að þetta væri náttúrulega möguleiki. Þannig ef að ég bara ljósmyndaði allt fótsporið og bara svæðið í kring þá væri þetta að ná svona góðri mynd af því. Þannig að ég lét fræsa út afsteypurnar í rauninni og hef svo verið að vinna skúlptúra út frá þessu tiltekna fótspori og bæði sýnt sem bara verkin í rými og þarna erum við Kjarval á Sequences sem að þetta fallega málverk eftir hann Vífilfella vetri til var andspænis fótsporinu sem að talið vera eftir eða af hægra fæti Sigurðar Þórarinssonar og sporið það liggur svona í áttina til Surtseyjar nokkurn veginn, það var svona hugmyndin og í þessu sama rými það sem að steinasýnin frá Jólínu og Sysling eru líka ásamt ljósmyndunum. Ég bara leiði mér að setja þetta fótspor sem að við fundum við hliðina á mynd af Elínu Pálmadóttur því að mér þótti það eitthvað svo ótrúlega skemmtileg hugmynd að það væri þarna smá ummerki eftir konur. Það voru nú ekki margar sem að fengu tækifæri til þess að ferðast til Surtseyjar svona í upphafi tíma eyjarinnar en þetta fannst mér eitthvað skemmtilegt og fótsporið í stærð 40. Þetta gæti verið mjög smáfættur karlmaður, það alveg rétt. Ég heilt á kenningu en mér finnst þessi svona aðeins skemmtilegri. Og ég sem sagt sýndi þetta verk líka á Sequences myndlistarhátíð sem bara útiskúlptúr og þetta gamla hringsjáin á Kölpunum, Drottningastæðið og það bara orðið töluvert síðan að sjálf hringsjón bara fauk eða var tekin af þessum stöpli, steikta stöpli þannig að hann bara búinn að standa tómur, auður, frekar lengi
Og það sem að mér fannst svo skemmtilegt að náttúrulega í björtu veðri þá sést svo vel til Surtseyjar þegar þú ert að keyra niður Kambana og mér langaði til þess að gera verk sem að væri bara að benda á Surtsey. Þegar Surtsey var ekki hluti af þessu risastóra korti sem ennþá á bílastæðaplaninu, það var ekki hluti af hringsjóni, hún var ekki með, ekki í þessum eyjaklassa áherslum ennþá allavega og þetta voru nýleg kort. Já, ég gleymdi að segja þetta áður, ég má kannski tala það líka eins og eftir í þessum tilraunum mínum að vinna verk út frá þessu fótspori að þá gerði ég tilraunum í gifs og steinsteypu en ég var líka búin að safna saman því sjórækna ruslið sem að ég tímdi að tæta. Mér fannst þetta mjög erfitt val, það voru margir mjög skemmtilegi gripir en ég tæta svolítið mikið af því ruslið sem að ég tíndi upp af Surtsey til þess að geta notað áfram í einhvers konar útfærslu og það sem ég sjá hérna sem sagt sjóríki tætrusl frá Surtsey sem sem sagt inn í þessum steikta klatta með fótsporinu. Þannig að, já, og þetta verk heitir Spor eða imprint á ensku og það vísar í átt til eyjarinnar. Og þetta fótspor sem sagt vinstri fóturinn á meðan hægri út í eyju. Og ég hafði sjálf ekki oft stoppað á þessu bílastæði en þetta náttúrulega ótrúlega fallegt svæði og það að sjá mjög vítt og breitt Suðurlandið og lengra. Og til Surtseyjar. Þetta enda smá svindl. Birna Lárusdóttir tók þessa mynd þegar hún var einhvers staðar aðeins fyrir neðan. En mér finnst þetta bara, það lýsir eyjunni, svona nærinu svolítið vel. En já, kannski meira rusl. Svona þetta sýnilegasta og mest áberandi ruslið á Surtsey. Hún kölluð rúsínan, þessi klessa, ég kalla hana rauðu klessuna. Það var önnur rauð klessa sem ég vann svolítið með í Þjóðminjasafninu og enginn veit hvað en þetta samt skráður munur úr plasti sem búin að vera hluti af safninu í 10 ár. Og þetta sem sagt risastóra rauða rauðklessan á Surtsey. Mögulega ketill úr togara. Ég veit ekki, vita hvað það var? Nei. En það sem að mér finnst svo spennandi hvað þetta í dag? Og þetta víst búið að vera hluti af landslagi eyjarinnar í meira en 30 ár, þannig að það helmingur af ævi Surtsey þar sem að þessi rauða rauða klessa hefur velst fjöruna og ströndina og það eru skordýr sem búið þarna og fuglar hafa velst þarna og það gróður að vaxa og bara, mér finnst bara áhugavert. Og svo náttúrulega út af því að Surtsey smá eyja að þá einhvern veginn, en það samt alveg ótrúlega mikið af rusli og þetta náttúrulega bara hinn nútíma reki við hliðina á rekavið sem að við einhvern veginn, við tökum rekavið meira í sátt sem rekaefni. Og mér fannst líka mjög áhugavert að Umhverfisstofnun bara byrjaði markvisst að hreinsa til af eyjunni, ekki það fyrir löngu síðan. Og svo voru landverðirnir víst líka í einhverju svona dilemmu hvort að þeir gætu bara henda þessu. Þeim fannst það alveg erfið tilhugsun að henda þessu bara út í sorpu og losa sig strax við það. Og ég var bara hjartanlega sammála þeim og ég spurði hvort að það væri til eitthvað samansafn af sjóræknu rusli eða rekaefni frá Surtsey en þá var víst búið að farga því sem að hafði áður verið geymt. En sem sagt eftir leiðangurinn 21 og þá tókst að taka svolítið vel til af eyjunni og það náttúrulega mjög mikið af baujum og fröplasti og alls konar úrgangi bara frá skipum. En svo eru líka aðrir munir sem eru kannski forvitnilegri, ég veit það ekki. Og það sem að mig langaði til þess að reyna að gera var að
að nálgast þessa hluti, þetta rusl, án bara þessa rosa yfirgnefandi tölfræðilegs hávaða að þetta bara náttúrulega mjög stórt mengunarvandamál og reyna að setja þetta í svona samhengi við eitthvað annað sem kannski ásættanlegra. Og það voru þessir ótrúlega áhugaverðu steinar sem eru framhaldssteinar. Og eins og ég skil þetta, þá bara komu þeir með ísjökum frá Grænlandi eða Frans Jósefslandi, þar sem að ísjakarnir bara bráðnuðu þarna á suðurströnd Íslands, sluppu niður á sjávarbotninn. Svo þegar að Surtsey verður til, þá bara koma þessi steinar upp og eru bara hluti af landslaginu. Og það eru mjög margir svona steinar til varðveislu hér. Og ég veit ekki hversu mörg 100 ára, milljón ára, 100 milljón ára gamlir þeir eru. En þeir hafa sína sögu að segja og hafa mjög skemmti eða svona áhugaverða ferðasögu á bak við sig, en þessir hlutir hafa líka sögu að segja. Og við vitum ekki alveg hvert þeir eru að stefna eða hvað þeir eru. Þannig að ég tók þessar myndir inn á Náttúrufræðistofnun, þar sem ég fékk að taka með ruslið og fékk að velja 10 framhaldssteina. Mér fannst þessi uppi alveg ótrúlega fallegur. Það eru sést í steingerðarskeljar og rosa bara mikið í gangi. Og svo þetta líklegast Ajax Closet hreinsi brúsi sem að ég týndi upp af tanganum og var bara mjög fallegur á litin, en það kannski minni dulúð yfir honum. Og þessi ljósmyndasería, hún heitir Sögunum og það eru jafn margir plastgripir í móts við framhaldssteina. Og mér finnst mikilvægt að sýna það einmitt svona alltaf hlið við hlið. Það sem að það bara jafnræði á milli þeirra. Pálsbæk 2, skálinn í Surtsey. Mér finnst svolítið gaman að sýna þessa mynd bara á undan þessari mynd. En á brottfarardegi þá vorum við í óðaönn að taka til og ég var að sópa gólfið í Pálsbæk svolítið hratt. Og svo leiti ég í fægiskófluna og það var svo ótrúlega fallegt uppsóp með alls konar rusli og gromsi og sandi og steinum og skeljum. Og ég var búin að vera svo svekkt út í sjálfa mig fyrir að hafa ekki sótt leyfi til þess að taka náttúruleg sýni af eyjunni og bara út af því ég vogaði mér það bara hreinlega ekki að biðja það. En sem sagt, ég bara spurði Magnús landvörð hvort að það ætti þá bara að henda þessu og Maggi var bara sammála mér að það væri nú frekar mikil synd að henda þessu. Þannig að ég fikk bara að halda þessu. Og ég hef unnið þessa ljósmyndaseríu sem heitir Eins og landslag og þetta sem sagt uppsópuð dvöl vísindaleiðanga eftir hvert hús. En þetta samt hraugurinn hans Magga, hann var miklu duglegri að sópa en ég. Hann var miklu stærri. Og þetta er frá 2023 og ég prentaði þessar myndir frekar stórar og það sést í paprikustein og fjöður og litrika ryknoðra og plastagnir og víra og flugu og kjúklingabein og bara alls konar Og þessar myndir voru líka á sýningunni Brot úr sandkýr. Og í sýningaborðunum var þarna samansafn af rekaefni og rusli frá Surtsey ásamt plastiklómeritsteinum sem að Dóra Pétursdóttir hefur verið að safna og hefur fundið á Íslandi og Noregi. Og það eru bara steinar sem að náttúran sér að búa til úr sem sagt, ég með þetta skrifa hjá mér því að móðir minni er jarðfræðingur og ég veit að ég þarf að fara með rétt mál þegar ég held kynningu hjá Náttúrufræðistofnun Íslands. En setmólar úr bara bergi, sandi, skeljum og rusli. Og það var frekar
klikkað að sjá þá. Þegar þetta eru bara í rauninni svona rustasteinar. Og hérna eru fleiri ljósmyndir úr þessari landslagsseríu. Þetta eru konurnar á bak við essayju sem ég talaði og nefndi aðeins áðan. Og mér þótti mjög vænt það að þær voru alltaf tilbúnar til þess að taka þátt og hafa gert alls konar verkefni og skrifað og gefið út bara ýmislegt sem að tengist þessum svona marglega hugmyndaheimi sem að ég einhvern veginn fór að átta mig betur á eftir að ég fór til Surtseyjar og ég held ég að verið svona ár að hugsa að þessi bók gæti svona betur náð utan bara þessa upplifun af Surtsey og verk sem að koma í kjölfarið því að ein sýning nær bara, það er bara takmarkað rými, takmarkaður tími, það er svo miklu meira sem að hægt er að gera og segja frá og svo mörg ólík sjónarhorn sem ég vildi bara að fengi svolítið að njóta sín í þessari bók. Og þetta er hluti af verki okkar Gunndísar Finnbogadóttur og frá sýningunni Óstöðu landi sem opnaði núna í lok október í Gerðarsafni og sýningin stendur til 19. janúar. Og við höfum verið að taka viðtöl við einstaklingar sem hafa ferðast til Surtseyjar í mjög ólíkum tilgangi og það sem við höfum svona áhuga á að skoða var það kallast örfyrirbærafræðileg nálgun, þetta er svo flókið orð, það var alltaf hægt að bera það fram en í rauninni bara það er verið að setja svona ákveðna upplifun eða reynslu undir smásjá og horfa bara mjög náið á einhvern einn atburð sem er minnisstæður. Og við töluðum við 5 einstaklinga, svo fengum við að grúska í heimildasafni Surtseyjarfélagsins að skoða alls konar efni og svo báðum við þátttakendur að teikna eyjuna eftir minni og úr var ótrúlega skemmtilega ólík samsett heild og fyrir ekki hvað ég að taka mikið fyrir en þetta er teikning eftir hann og sem er alveg frábær og sýnir leiðangurinn 2019 og 2021 og þarna átti hann eftir að fara sumarið 2023 og tókum viðtalið desember 2022 og þetta er uppskrifaðar lýsingar viðmælanda okkar og meðan við vorum að teikna teikninguna. En Gunndís er lektor við listkennsludeild Listaháskóla Íslands. Hún býr og starfar á Íslandi og verk hennar fjalla meðal annars rými og stað, efnivið og áferð, aðferðir, minningar og gestristni og hún vinnur gjarnan með hugmyndir höfundinn og samvinnu til þess að vekja spurningar einstaklingshyggju og hið einstaka. Gunndís vinnur í mismunandi miðla og oft með innsetningar, með textaverkum og gjörningum, með skýrskötunum í rými og samhengi aðstæðna þar sem að verk hennar eru sýnd. Og þetta við erum búin að vera að hugsa að vinna saman í meira 3 ár og hún tók svona örfyrirbærafræðilegt viðtal við mig stutt eftir ég kom tilbaka frá Surtsey og í rauninni það sem að svona svolítið allir okkar viðmælendur og ég sjálf eigum sameiginlegt er það að við erum að draga upp minningar af samskiptum við til að mynda dýr og fugla og upplifun af landslaginu og einhvers konar óstöðuleika og bara, hugmyndum tengsl og svona fegurð. Guðbjörg Jónsdóttir, hún er doktor í umhverfisheimspeki og í texta hennar að kynnast Surtsey. Í bókinni veltur hún fyrir sér hvernig við getum tengst stað sem er ekki hægt að heimsækja, aðeins á stað úr fjarska. Og Guðbjörg er líka lektor við listkennsludeild Listaháskóla Íslands og umhverfisheimspeki hefur verið í forgrunni í verkefnum hennar frá því hún hóf nám í heimspeki við Háskóla Íslands. Og rannsóknir hennar beinast að umhverfisfagurfræði, umhverfissiðfræði, fyrirbærafræði, skynjaðri þekkingu og margt fleira. Ég vildi bara hafa þessa mynd með út því að Guðbjörg hafði aldrei séð Surtsey
úr fjarska, en sem sagt hún var að fljúga heim frá Frakklandi og var að þýða kaflann sinn, lauk við það, lokaði tölvunni, opnaði flugvéla, sem sagt göttinnar, leit út og þar sá hún Surtsey. Þannig að mér þótti þetta alveg frábært og ég fór að leita aðeins í tölvunni minni og ég fann 2 myndir sem ég tók af Surtsey út flugvélaglugga. Ég var sko farin að velja markvisst sæti eftir því hvort ég var að fljúga til eða frá Evrópu, hvort það væri líklega að sjá Surtsey. Það er sem sagt vinstri gangurinn, nú er ég búin að gleyma þessu, hægri á leiðinu út, vinstri á leiðinu heim, eitthvað svoleiðis. Maður ekki, það er 50-50 líkur. En og þá í rauninni kom þarna nýtt hliðarverkefni sem er líka í útgáfunni þar sem við erum að safna saman ljósmyndum af Surtsey sem eru teknar út flugvélaglugga. Og þetta er hún Birna Lárusdóttir. Hún er fornleifafræðingur og hefur stundað rannsóknir í faginu árabil hjá Fornleifastofnun Íslands, aðallega á sviði fornleifaskráningar og menningarlandslags. Auk texta sínum Eldeyjar, Úteyjar, Fjalldarbirnum, Fjarlægar eyjar, Kolbeinsey, Eldey og Surtsey og tengsl mannfólks við þær. Og þessar myndir er hún að leggja lokahönd á doktorsverkefni sitt sem að fjalla meðal annars myndun örnefna í Surtsey allt frá upphafi og hvernig nöfnin varpa ljósi á samband manns og eyjar. Mjög spennandi. Þetta er Elín Edda, hún er grafíski hönnuður á bókinni og við eyddum ófáum stundum saman að ræða framsetningu og efni og mér fannst mjög fallegt hvernig hún náði svona að sameina ólík bókmenntaform í esseyu. Þetta er svona svolítið eins og skáldsaga, þetta er greinasafn, þetta er myndlistarbók, þetta er bókverk. Og það var Elín sem fór sjálf að lýsa bókinni sem farmiða til Surtseyjar og hún hlaut tilnefningu til Þýdd-verðlaunanna fyrir esseyu fyrir bókahönnun ársins árið 2023. Og Becky Forsyth, hún er sýningarstjóri og rannsakandi og er annar ritstjóri bókarinnar og skrifaði textann Að sjá landa setjast að, þar sem hún beitir femínískri linsu að eyjunni og þá aðallega með visst femínískri nálgun. Og svo er það Þóra Pétursdóttir, þetta er textinn hennar, Sæborgin Surtsey. Hún er prófessor í fornleifafræði við Óslóarháskóla í deild fornleifa, fornvörslu og sögu og textið hennar fjallar marglega hliðar á tilveru Surtseyjar og hugmyndir okkar eyjuna í fjarska og hvernig við getum komist nær henni ef við göngumst við öllum þeim flóknu hliðum sem að mynda tilveru hennar. Já, þetta eru þessar frábæru samstarfskonur mínar sem að taka þátt í bókinni. Velti fyrir mig hvort þau kannski... Já, tíminn er alveg Já, að renna út. ekkert mál. Mér langaði bara út af því að ég fékk að setja vídeó. Það að bjóða ykkur upp á að sjá fyrstu landgönguna sem að Þorgeir Þorgrímsson myndaði 7. desember 1963. Þannig að þetta gerir sem að gera svona. Og þarna í lokinu er verið að hlaupa niður hlíðina út af því að gosið var víst hafið aftur að nýju. Þannig að þetta eru 2 klippur úr mismikilli fjarlægð. Það sem að
Áhafnarmeðlimir á varðskipinu Óðinn voru veltaði fyrir sig hvort þeir þurftu einhvern veginn að reyna að ná þeim. En sem sagt mótorinn hætti að virka. En þeir tjösluðu honum einhvern veginn í gang og komust allir lífs af. Já, bara takk fyrir. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra en ef þið hafið einhverjar spurningar þá bara endilega. Takk hérlega fyrir. Það var virkilega gaman að heyra frásögnina og sjá eiginlega frá sjónarhorni listakonunnar. En þó að klukkan sé orðin 4 þá langar mig að leyfa örfáspurningar. Ef einhver þarf að lauma sér út fyrr, þá ætla ég að byrja hann að fara út dyrnar sem hérna fyrir neðan fyrsta stigann af því það var verið að bóna gólfið á neðstu hæðinni. En ekki einhver sem vill spyrja einhvers? Jú, Baldur Freyr Þorvaldsson. Þú varst að sýna frá þarna svona gosösk og ýmsu sem það hefur sópað saman og það tekna á bátum og svona. Og ég veltaði fyrir mér að hvort það hefði verið áhugavert fyrir þig að komast yfir svona hóla. Það voru svona hraunmólar, menn sem fóru þarna þegar þetta var í Eyjum í Gosinu og þeir fóru út í Eyju og fóru það sem bráðurhraun var og þeir voru með einhverjum látsinn og fylgdu einhverjum nöfnum í svona móla og fókusumólana og þetta var svona eins og minnismerki. Já, ég hef einmitt heyrt af þessu. Og á Þjóðminjasafninu að það átti að vera til einn slíkur gripur bara með peninginn, þar sem að skjaldarmerki Íslands sneri upp. En sá gripur hann týndur, það steinn frá Surtsey með þessum. En ég hef heyrt að það voru til margir svona, það voru gerðir margir svona minjagripur. Á Náttúrufræðistofnuninni eða Náttúruminjasafni Íslands eitthvað svoleiðis? Það voru ekki, ég skil ég sko. Nei, en já, góð hugmynd. Þess áhugavert. Og þú veist, við sjáum þetta líka bara í dag þegar við vorum að skoða hraunið, nýja hraunið, að fólk búið að setja marksitt á það bara strax. Það búið að henda steinum í það alls konar og finna að skrifa í það og eitthvað svona. Þetta eitthvað svona sterk tilhneiging að taka. Og það einmitt mjög fyrst að myndin af Gerald í bókinni, þá sést hann með sígarettuna lafandi í munnvikinu og heldur á svona risastóri gjaldbombu, ótrúlega ánægður með sig. Þetta var náttúrulega áður en að það fóru eitthvað svona verndun eyjarinnar af stað. Ertu annað fylgjast með veðrinu okkur í dag? Já, þannig að ég annað fylgjast með veðrinu á Surtsey og það gaman að segja frá því að ég að fara að sýna nokkur verka mitt í tengslum við þetta á jarðfræðisafni í Bologna og Ítalíu. Ég veit ekki alveg hvernig það atvikaðist en jú, ég að fara að sýna veðurverk þar og fleiri tengt Surtsey. Hvernig finnst þér svona viðbrögð bara fólk sem að heimsækja söfnin? Já. Það meira að tala Surtsey út frá náttúrunni eða það mannlífi? Til dæmis það að tala tómatsplöntuna eða það að tala einhver svona atvik tengt Surtsey eða það meiri náttúru tengt? Hver þín upplifun? Ég held að það sé svona mjög opin forvitni þennan stað og líka að fá að heyra reynslusögur og hvað það sem að stendur upp út bara svona fyrir einstaklingin að vera á Surtsey. Þannig að þetta svona mjög almenn forvitni finnst mér og bara áhugi fyrir þessum stað, virkilega. En út af því að tómatplantan hefur líka alveg verið oft nefnd, það fannst mér stóra taka svolítið, hún tekur hana fyrir í sínum texta. Mér finnst hún fjalla það og mjög svona áhugaverðan hátt líka. En já, ég held bara að Surtsey, hún út af því að hún svo ný og bara fólk man eftir því þegar hún var að gjósa og bara hvernig einhvern veginn framvindan af lífríkinu bara
heldur áfram. Þannig að þetta einhver svona staður sem nálægur en samt fjarlægur og vekur upp þessa undrun og svo forvitni og leið og þú ert forvitin eitthvað að þá getur þú farið einhvers konar ferðalag til nálægt eða í kringum en stað. Það bara, já. Heiðrún, einhverjar spurningar á netinu? Það eru engar spurningar á netinu. Ég var hins vegar að velta fyrir mér af hverju væri 9:57 tímasetningin. Þú varst búin að svara því að það væri rétt á undan veðrinu. Ég varst það mjög áhugavert. Já, þetta eru rauninni veðurlýsingar. Og mér fannst líka mjög áhugavert með uppsópuðu afsteypurnar, eða hvað maður segja, af svona mini-eyjur. Það er mjög skemmtilegt að sjá þær. Og það er eiginlega frábært að fá að sjá svona náttúruna með öðrum augum. Við horfum á þetta allt öðru sig kannski heldur en annar leikmaður í öðrum deildum. Já, akkurat. Og þetta er kannski fullt pönkaðar landslagsmyndir, ég veit það ekki. En ég held að það alveg svona, já, það er stefna í þessa átt sem ég hef smá áhuga á. Og svo svo verða bara svolítið verkin til og öðlast sitt eigið líf og svo horfi ég á þetta og bara akkurat, núna er þetta til. Svona. En jú, bara gaman og eins og ég segi sko að mér fannst eins og með bókina þá myndi ég einhvern veginn bara ná utan þetta og geta klárað þetta og svo haldið áfram og gert eitthvað annað. En þetta bara heldur áfram að vinda upp á sig og ég er með fullt af hugmyndum sem er langar til þess að koma í framkvæmt einhvern tíma seinna líka og bara halda áfram, þú veist, að þróa verkin og útfæra á alls konar ólíka vegu og það verður mjög gaman að setja upp þessa sýningu á jarðfræðisafninu. Já, og svo mun ég mögulega sýna eitthvað fleira á næstunni. Það eru svona nokkra sýningar. Það er frábært að heyra. Takk kærlega fyrir þetta innlegg. Ég sendi herra Surtsey á menningarvettvangi. Já, við þurfum einmitt svona fulltrúa. Við erum nokkuð. Takk fyrir. Eru fleiri spurningar á sal? Nei? Nei. Ég tók með nokkur eintök af essayu og þær eru sko á 6.000 krónur, bara svo að það sé á þennu. Takk fyrir. Já, takk. Það er ekki fleiri spurningar, þá bara gef ég boltum til þín, Heiðrún. Já, takk. Á næsta Hrafnaþingi þá ætlar hún Ingibjörg Smáradóttir, samstarfskona okkar, að taka fyrir málefni sem heitir myrkurgæði. Hvað er það? Þannig að ég ætla bara að segja bless, þangað til næst. Bless, bless. Bless.